Ríkisstjórnin vill bíða með allar rannsóknir á háhitasvæðinu í Grændal uns rammaáætlun er lokið, segir iðnaðarráðherra. Bæjarstjóri Hveragerði segir bæjarbúa ætla að berjast gegn öllu raski á svæðinu. Iðnaðarráðherra segir óheppilegt að Orkustofnun skuli hafa veitt leyfi til rannsókna á háhitasvæði í Grændal áður en ljóst væri hvort það yrði sett í verndunarflokk. Leyfi til rannsókna á svæðinu var veitt í andstöðu við umhverfisráðuneytið. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur sagt svæðið í og við Grændal hafa verndargildi á heimsvísu. Það vakti því sterk viðbrögð þegar Orkustofnun veitti fyrirtækinu Sunnlensk Orka ehf. Rannsóknarleyfi hér í Grændal. Sunnlensk Orka sótti leyfi til rannsókna sem meðal annars fel í sér borun holu í tengslum við hugsanlega vinnslu jarðhita í og við Grændal sem er rétt ofan við Hveragerði. Áður höfðu umsagnaraðilar svo sem Umhverfisstofnun, Umhverfisráðuneytið, Skipulagsstofnun og sveitarfélagið Ölfus lagst gegn rannsóknarleyfinu. Bæjarstjóri í Hveragerði segir baráttuhug í bæjarfólki. Grænsdalur er einstakt náttúru undur á heimsvísu. Mér finnst við sem þjóð ekki með að missa sjónar á því. Þannig að afstaða ykkar er alveg skýr? Afstaða okkar er alveg skýr, við munum berjast gegn virkjunum og öllum áformum rask í Grænsdal og Reykjadal eins lengi og við þurfum. Orkustofnun sem heyrir undir iðnaðarráðuneytið veitti Sunnlenskri Orku ehf. Rannsóknarleyfið þótt gerð rammaáætlunar sem gæti leitt til þess að Grændalur verði settur í verndunarflokk sé ekki lokið. Samkvæmt yfirlýsingu sem Sunnlensk Orka sendi frá sér fyrir í dag munu engar rannsóknir hefjast fyrr en vinnu við gerð rammaáætlunar er lokið. Ég tel að ég geti mælt fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar þegar ég segi að við viljum akkurat þá niðurstöðu sem orðin er í málinu núna, það er að þetta mál verði lagt til hliðar og sett inn í ferli rammaáætlunar og lokið þar. Þannig að ef í ljós kemur að Grændalur fellur í verndarflokk þá verði ekkert rask á svæðinu? Já, þá fellur málinu sjálft sig.